Já, komið sæl og verið velkomin í vikuskamt hér í beinni útsendingu á Samstöðinni. Það er 7. nóvember, föstudagur og allir í miklu stuði. Airwaves-helgin framundan og eru þið ekki öll á Airwaves? Ég er enda með mig aldrei þessu vant. Já. Já, ég ætla að segja nákvæmlega sama, bara þetta er fullkominn tími. Ég er náttúrulega ætti að vera með minn bakgrunn í að vera endalaust að spila tónlist í útvarpi og svona og árum áður þvælandi mér á milli tónlistarhátíða en ég er orðin eitthvað svo gamall að ég fylgist ekki einu sem með þessu og þetta væri út í garði hjá mér sko. Þannig að ég bara verða játa það, ég er ekki með miða sökum aldurs. Nei, það er ágætis afsökun. Ég var samt að hlusta á viðtal núna í útvarpinu á leiðinni hinga og þá var verið að tala um það að meðalaldur tónlistarhátíðarinnar er að aukast. Það er að segja að það vantar úrslega mikið á unga fólki. Já, það er ekki fólk vex með henni sko, eldist með henni. En þetta er alltaf þetta sama sko, maður hugsa með sér mikið verður nú gaman að fara, ég nenni ekki að fara svo dauð sér maður eftir því að það hafi ekki farið sko. En er ekki ennþá tækifæri? Jú, sjálfsagt. Ég held það. Við kannski bara að fá að kynna ykkur Halldóra Mogensen, Pírati og formaður samtaka mannvæna tækni. Ég er nú svolítið forvitin þessi samtök, Halldóra. Já, sko við erum bara að reyna að beita okkur fyrir því að tækniþróun og innleiðing þróun á gervigreind og innleiðing á gervigreind sérstaklega inn í opinber kerfi sé dálítið verið að leiða það áfram með svona siðferði og ábyrgan hátt út frá þörfum kannski og það sem er gott fyrir samfélag og fólk. Þetta er voðalega mikil áhersla núna á hraða og samkeppni og það eru náttúrulega fyrirtæki sem eru að græða alveg gríðarlega og þetta er svona hagnaðardrifin þróun sem eru vissar hættur sem fylgja því. Þannig að já, við viljum aldrei vera svona rödd ábyrgrar þróunar og innleiðingar þessar tækni sem er að hafa bara gigantísk áhrif á samfélagið okkar og lífsgæði fólks bara til framtíðar sko. Mikil þörf á þeim og Sigmar Guðmundsson, þingmaður Viðreisnar og fyrrum fjölmiðlamaður. Er þið ekkert farið að klæja í fjölmiðlabautan eftir? Jú, ég velti því oft fyrir mig þegar ég kemur svona viðtöl sko, það er þægilega að vera þarna megin heldur en hérna megin. Það er bara töluvert. Já, en það er nú reynda það sem er líkt með þessum tveimur störfum að maður er einhvern veginn að fjalla svona málefni samfélagsins á mjög breiðum grunni og það er líka líkt með þessum störfum að því leytinu til að maður veit aldrei hvernig dagurum verður. Nei, það er oft svolítið spennandi sko. Akkurat þannig. Það er svona óvissuferðin sem hver dagur er. Akkurat. Og Sólveig Ásta Sigurðardóttir af Háskóla Íslands, eða doktor Sólveig Ásta. Vertu velkomin. Takk hérlega. Þú þú ert, ég kannski fæ að byrja, ég ætla nú að byrja á borgarstjórunum í New York en ég ætla að fá að spyrja þig nú samt aðeins út í annað mál sem hefur verið í fréttum í vikunni og það var pistill eftir Sigríði Hagalín þar sem að hún fjallaði stöðu erlendra nema við Háskóla Íslands og það vill svo til að þetta voru þínir nemendur. Já, ég er búin að kenna núna í 4 ár í íslenska sem annað mál, alltaf námskeið sem heitir samtíma bókmenntir og ég hef alltaf valið skáldsögu í bland við önnur efni. Ég var einmitt að ræða hvort maður eitthvað endur hugsaði en það er bara eitthvað svo gaman að klára skáldsögu. Það er eitthvað svona sigurtilfinning sem kemur, við erum búin að púla í gegnum og í ár var það Eldarnir eftir Sigríði Hagalín og svo fórum við í bíó þannig að voru komnir algjöru sérfræðingar í bókinni í þessum 300 blaðsíðum eitthvað sem þessi bók er. Og svo bara á þriðjudaginn kemur Sigríður í heimsókn og við eigum þarna bara frábært samtal. Það er þetta, þú ert að hitta bara örugglega helstu sérfræðinga í þínum skáldskap þegar þú hittir svona nemendur í námskeið. Þannig að það voru spurningar út í bara á blaðsíðu 75. Það tala bara hér. Og svo bara skrifur hún hennan magnaða pistil, náttúrulega ótrúlegur höfundur og er að fjalla bara um hversu stórkostlegt það er að allur þessi fjöldi sé hérna á Íslandi að læra íslensku. Og það var bara magnað, já. Þannig að kannski bara svona komum aðeins kannski betur inn á þau mál og eftir en fylgdust þið með kosningum í New York og í víðar, ég meina demókratar unnu stórsigur á öllum stöðum þar sem að boðið var fram. Ég fylgdist eitthvað aðeins með þessu, ég get ekki sagt að ég hafi verið djúpt sokkin en ég aðalega það fannst mér bara svo gaman og áhugavert að fylgjast með þessari, hvernig
kosningabaráttan var, þú veist, hvernig orðræðan var og mér finnst þetta bara svo falleg leið til þess að tækla þennan vanda sem að steðjar að lýðræðinu sem að í raun og veru þessi, já, skulum bara segja fasísku öfl og að nálgast það á þennan hátt. Mér finnst þetta að vera ferskt. Ég finn fyrir því út í Bandaríkjunum að það er rosalega mikið verið að grípa til húmorsins líka sem að ég held að skipti opaslega miklu máli og það er verið að tala hluti sem raunverulega skipta fólk máli. Þú veist, sem snýra að bara lífsgæðum og getur fólks til þess að ná endum saman og lifa og hafa alls konar fyrir aumingja. Þetta er sko þú veist, þannig að þetta var, þú veist, það var gaman einhvern veginn að fylgjast með því. Mér fannst þú veist, þetta var eitthvað svona, einhver vonaneisti sem fylgdi og mögulega þarna komið eitthvað svona módel sem að við getum kannski nýtt okkur hér og annars staðar í heiminum. Já, ég sammála. Það vantar svolítið gleðina í pólitíkina og það vantar kannski líka fólk á kjörstað en það var einmitt sannaðist hansi hérna greinilega núna í byrjun viku þegar kjörsókn hún var, hvað var 90% hærri heldur þessi hýðast sem að þýðir bara að ef að þú lætur fólk fá eitthvað til þess að raunverulega kjósa eitthvað sem það hrifst með og hérna og því líður svona eins og það geti veðjað á. Það var líka hugrækt sko. Já. Hann tók alveg mjög hugrækt múf þegar hann var að tala einmitt sinn uppruna og hérna, víst að þetta var ekkert endilega það sem ég get ímyndað mér að margir hefði kalkulerað að myndi virka en það gerði það sko og mér fannst það líka dálítið magnað. Við þurfum ekki alltaf að vera einhvern veginn að spila þetta svona örugt sko til þess að tala inn í einhverja vissa hópa. Þú veist, við megum líka bara vera við og tala fyrir því sem skiptir okkur máli. Já, hann teikaði nú í bara fjöldan allan af málefnum. Hann stóð kyrfilega með transfólki, talaði fyrir Gaza og öll svona, og demókratar margir svona bara afneituð honum í beinni, er það ekki? Jú, hann segist þetta að vera sósíalisti fyrst og fremst og hann svona, hann auðvitað í demókrataflokknum sem nú svona í okkar mati svolítið vel hérna hægra megin við miðju en samt sem aður þá var hann að reyna að hífa demókrataflokkin aftur svona inn á vinstrið það virðist og það er það sem fólki vill þannig að það er svona spurning. Svo er hann að taka það þegar fólk er að uppnefna hann og þá tók hann að setja það bara á bóli. Það er eitthvað svona svolítið jóngnar ég sakna svolítið einmitt þeirra kosningabaráttu af því hún var skemmtileg. En er mat fólks að hafi verið helst fjöldi sjálfboðaliða og ganga hús í hús og þetta svona persónulega sem að hafi fjörið öll umgjörðin stemningin svona myndast og það gerist líka svolítið hratt hjá honum, hann var auðvitað ekkert mikið þekktur svona framan af sko, þannig að það risið er svolítið hátt sko. Mér finnst þetta svona bara út frá einmitt það hvernig með nálgast kosningabaráttu, þetta kallast aðeins á við það sem var að gerast í Hollandi líka sko, það sem að frjálslyndi flokkurinn sem vann þar sigur var einmitt svolítið að teygja sig út kannski með aðeins öðrum hætti í pólitísku umræðinu heldur en oft er og ég er svolítið sammála því, ég meina fólk þarf að ekki bara tengja við málefnin, það þarf líka að tengja við ykkur ástríðu og að það geti verið gaman líka og það vil allir tengjast í. En þetta var svolítið magnað að fylgjast með sigran sko. Mér fannst nú reynda líka sem að við förum náttúrulega svolítið í þegar við erum að tala um Bandaríkin að þegar það er verið að sko hóta því að Bandaríkjaforseta að menn kjósa eitthvað tiltekin einstaklinga þá hafi það áhrif á borgina sko, þú veist, þetta er rosalega skrítið umhverfi að hreyfa sig í sko og þetta eru þetta anstæðuna sem að þá einmitt nákvæmlega mætast í þessu sko. Akkurat. En það segir hann sé stærsta ógn Trump. Hann bara greip það á lofti og notaði alveg fram á síðasta dag. Já, hann er líka svolítið að spila sama leik ríkisstjórinn í Kaliforníu sem einmitt er að takla þetta aðeins á þeim svona með þeim hætti. Með stórkostlegum húmor er að tvíta ykkur. Já. Er þið búin að fylgjast með þessu? Nei, ég hef ekki fylgst með því. Og einmitt þetta slær svo oft líka bara vopnin úr einhverjum uppnefnum eða einhverju slíku sko. Hann er að tvíta, á X heitir það núna, það er ekki að tvíta, en hann er að taka hvernig Trump sjálfur tvítar, hvernig hann talar með hástöfum og upprópunarmerkjum og notar sömu orð og hann notar og er að tvíta svona, bara nákvæmlega eins og Trump og fólk er bara, anstæðingarnar þess eru bara það er eitthvað aðeins sem mann er að leggja inn eða eitthvað skilur, en hann er basically bara að kópíra
og svona Trump og sína hvað þetta mikill farsi sko. Þannig að þetta er svona áhugaverð taktík til þess að einmitt ná til fólks með hversu absúrt þetta allt saman Hann er listamaður tungumálsins, rappari og það ekki rétt skilji? Æðislegt tónlistamyndband með mömmans og eitthvað svona. Einmitt, já. Og þetta heillaði ungt fólk og hann spilaði mikið með í samskiptamiðla, TikTok. Dóttir mín sagði mér frá Mamdani lungu áður heldur en ég vissi hver hann var. Og það er kannski svona hálft ár síðan. Hún var að tala að næsti borgarstjórinn í New York verður að vera þessi gæi. Og ég bara, af hverju skiptir það því máli? En það skipti hana hjartans máli vegna þess að hún sá þetta á netinu og hún tengdi við þennan sósíalista sem var bara skemmtilegur svolítið og svona talaði einmitt akkurat í andstöðu við Trump og ég held að það hafi unnið með honum. Já. En talaði gervigreind, maður ekki hugmynd að hvernig útkoman yrði, af því að þetta maður bara í sínum eigin algoritma og ég var að sjá, allt hvað hann var í frábær og eitthvað svona skopleg myndbönd af Cuomo og eitthvað þannig, en svo einmitt bara var niðurstaðan eins og minn algoritmi sýndi mér sem alls ekki alltaf. Er ekki rétt svona einmitt? Nei. Og talandi algoritma og Bandaríkin, mér fannst nú mjög áhugavert þegar hann var skotinn til bana, Charlie Kirk. Ég hef svona aðeins heyrt þetta nafn út undan mér einhvern veginn en sonur minn 12 ára. Hann vissi hver þetta var. Og svona guttar, mjög ungir kallmenn. Hver er ástæðan fyrir því? Ég hef ekki hugmynd. Við höfum ekkert stjórn á því hverju er verið að dæla að krokkunum. Ekki nóg með það, heldur svo myndbandi bara af þessu morði. Það er líka er að birtast í algríminu hjá þessum krökkum sem eru bara búin að vera að horfa á þetta í beinni. En það er mjög áhugavert að sjá það hvað það er verið að henda svona mismunandi hvað algoritmanir er að henda mismunandi hlutum að mismunandi aldri og annað og sumt að því er nú ekki geðslegt Nei. Það verður að segjast að svo er. Já. Og segið þið mér sem ef til eldri börn að þarf það ekki bara að vera svona vikuskammtur á heimilinu til að ræða hvað er að koma upp á þínum algoritma, hvað er þú að sjá eitthvað svona að bera saman? Ég held að það sé mjög mikilvægt ég var kannski of blái ég var 17 ára stelpu og ég var kannski bara einhvern veginn svona hún var bara einhvern veginn að tala við vinkonur sínar alltaf og ég pældi ekkert í þessu. Ekki fyrr en þú veist kannski aðeins of seint þegar hún komin kannski í 9. og 10. bekk og ég fer svona aðeins að spyrja hana úti hvað ertu eiginlega að horfa á eða hvaða myndbönd horfðirðu á í dag því hún var alltaf með síman í andlitinu að horfa á eitthvað og það var mjög lítið sem sat eftir og þá fór ég að spyrja mig svona Var hún til í að deila því með þér? Já, en hún bara mundi ég man ekki, en hvað var myndbandi sem horfður á undan því? Og það var svona þannig að við ræðum þetta alveg heima en ég svo sem enga stjórna þessu frekar en aðri foreldrar. Það ætti að vera, mín 15 ára það ætti að vera ég held að við ættum að setja fókus á að vera með miklu meira svona einhverja talhringi samtalshringi inn í skólanum það er að gera þetta á bókasafnum, inn á heimilinu, inn á vinnustöðum líka fyrir fullarið fólk. Eitthvað svona það sem við setjum saman í raunheimum og tölum saman okkar upplifun af þessu digital lífi. Og hvernig, hvað við erum einmitt að horfa á og hvað við erum að sjá og deila reynslusögum og líka bara börnin okkar og annað. Út af því að þetta er, við erum borgarar þarna líka. Þetta er bara, þetta er einhver annar vettvangur sem á alltaf stærri og stærri hluta á okkar lífi og við vitum allt og lítið hann og hvernig hann virkar. Og hvernig við að hafa okkur hérna inni og hvernig við getum haft áhrif á hvernig þetta virkar. Ég heyrði gott kvót og það var að internetið er grafreitur okkar gamla sjálfs á internetinu og þá var verið að vísa í öll gömlu bloggin og öll gömlu æðin og mýmin og gif Tumblr síðurnar og allt þetta og þetta er þarna bara einhvern veginn svona kyrrt en einmitt eins og á grafreitum mér fannst það reynda svolítið skemmtilegt svona skemmtileg pæling og líka svolítið creepy en þetta er þetta forvarnamál og
Já. og já, þú hefur nú verið að pæla svolítið mikið í forvarnamálum, ég veit að og þið eflaust öll hafið verið að hugsa út í þau en hérna það hefur þetta verið mikið í umræðinu spilafíkn en svo hefur líka verið að tala hérna vanda barna. Já. Og hérna já, það svo sem engin lausn en ég velti fyrir mig hvort að Mér finnst bara teikn í lofti eða mér finnst það augljóst að börnum líður ekki vel og þetta er að færast í aukana. Ég held að Sigmar taki alveg undir það að það er svona, þegar þú horfir á einmannaleika að þá erum við að sjá rosalega mikinn einmannaleika hjá ungu fólki sem er kannski eitthvað sem er aldrei nýtt fyrir okkur út yfirleitt þegar maður var að horfa á tölur einmannaleika það var mikil aukning hjá eldra fólki og nú erum við að sjá þetta hjá yngsta fólkinu líka. Við erum að sjá andlegan vanda að vera að aukast og og það er áhyggjuefni sérstaklega, það náttúrulega áhyggjuefni eitt og sér en þegar við setjum það í samhengi við hvernig heimurinn er að breytast og hvernig svo tækni sem eiginlega bara sem að við lifum í nánast, bara dagstælega hvernig hún er þróuð og forrituð til þess að grípa athyglina okkar og taka okkur einhvern veginn öll bara inn í þessi algrímsýn og stýra hegðunin okkar og annað, þá eru kannski börnin okkar veikburða fyrir þessu, bæði út að skorta upplýsingum en líka út af því að þarna er raunverulega verið að græða á því að halda athyglinu þeirra hvort sem að sjá samfélagsmiðlum eða bara í þessum gervigreindar spjallmennum sem er annað áhyggjuefni sem að mér finnst ekkert verið að fjalla og sem að við vitum ekkert við höfum engar tölur yfir það hversu miklu leyti ungt fólk á Íslandi er að nota þessi gervigreindar spjallmenni sem eru forrituð til þess að verða bestu vinir þeirra og þau eru að segja frá öllum sínum einhvern veginn svona áhyggjum og hræðslum og líðan og allt að tala við þetta eins og einhver svona confidence, eins og einhver sálfræðinga gefa þeim allar sínar upplýsingar og þetta er að leiða til hræðilegra niðurstöðu út í Bandaríkjunum og í Bretlandi mikið verið að tala það eru lögsóknir í gangi og annað og við erum ofboðslega litla yfirsýn yfir áhrifin sem þetta er að hafa á ungmennin okkar og eitthvað sem ég væri til í að sjá stjórnvald taka miklu fastari tökum. Já, það er alltaf þegar við erum að tala um þessa hluti þá erum við að tala líka áskorunina sem fylgja þessu en drottinn minn tækifærin öll í þessu og hvað margt í þessari tækni er nú líka stórkostlegt sko. Þú veist, mér finnst þegar við erum að tala símana og það sem við erum með í símanum sko, það er alls konar hættur og annað en það er líka ótrúlega mikið af fróðleik og flottum hlutum sem að er að gera börnum líka og okkur þetta öðuldra fyrir en sko varðandi ungmennin okkar og þetta þú veist, ég man þegar ég var unglingur mér fannst alveg erfitt að vera unglingur sko en það var ekki stafrænn veruleiki þá og þú veist áreitið sem kemur þaðan til viðbótar við allt hitt þetta auðvelda aðgengi að þeim og hausinn og framheilinn og allt þetta til þeirra margar leiðir í samskiptum og allt þetta þetta er bara gríðarlega flókið og snúið sko en sko svona í samhengi við fíkn og það allt saman sko þá erum við þetta og þessar áskorunir sem eru gagnvart börnum sem að eiga erfitt sko svona ef við tölum bara svona svolítið vítt og breitt þá finnst mér auðvitað svolítið sorglegt að sjá að sumir foreldrar upplifa sig í þeirri stöðu með börnin sín að eina leiðin til þess að koma þeim í skjól sé að fara til útlanda og jafnvel í aðrar heimsálfur og eitthvað. Það er hræðilegt. Það er auðvitað ekki gott. Ég reyndar veit að margir foreldrar eða sumir foreldrar sem í þessu stöðu vilja raunverulega fara svolítið í burtu með börnin til þess að fá fjarlægð og allt þetta en kerfið okkar á ekki að vera þannig að það bókstaflega neyði fólkið í það sko. Fólk verður að hafa þá val. Já, en svo erum við náttúrulega þegar við erum að tala um þessi tilvika þá eru þetta auðvitað svona kannski þetta er auðvitað ekki normið sko. Þetta er ekki ég held að flestum börnum gangi nú alveg ágætlega þótt að það séu alls konar áskoranir. En fyrir okkur sem erum að velta fyrir okkur þessari andlegu líðan fíkn og öðru þá er þetta auðvitað bara skelfilegt að í alla þessa áratugi að þá höfum við verið að byggja upp eitthvað kerfi sem að þó er ekki sterkara en það er. En ég minna að það er alltaf verið að reyna að bæta í og við verðum bara vona að það takist. Þetta er alveg heljarinnar áskorunir og við vitum ekki hvernig þessi stafræni veruleiki hvort hann íki þetta upp með neikvæðum hætti eða geti líka verið einhver björg í því sko. En svona, hann er ekki að hjálpa til eins og með veðmálastarfsemina. Þar sjáum við bara svona fíkn í
fjárhættuspil sem eru rauninni farin að fara svo langt niður í bara yngstu aldurshópana af því að það eru áhrifavaldar sem að ná til þeirra að tala með þessum hætti. Ég meina það hérna frægur áhrifavaldur sem að var með svona twits þar sem þú horfir á að spila tölvuleiki en þú kannst líka láta hann fá pening til þess að veðja fyrir þig og þú veist þetta er bara hérna og þetta er alveg ótrúlegt og ég sá hérna myndband frá konu einmitt á samskiptamiðlum daginn þar sem hún var með 5 ára son sinn sem langaði svo í Betsson-ból af því að herra hnetusmjör var í Betsson-ból á TikTok og þannig að þetta er alveg svona hérna, þetta er svona alveg stöðugt fyrir framan augun að þeim og auðvitað berum við foreldrar alveg hérna okkar ábyrgð en þetta er líka sko af því að það tekur þorp og allt það þá þurfum við einhvern veginn að ná böndum á þetta. Það vantar rosalega mikið upp á fræðsluna finnst mér. Þú veist, mér finnst vanta upp á að fólk átti sig á því fyrir hvern, þú veist, þessi tækni er. Þú veist, út af því börnin okkar þau búa þarna. Þú veist, ég veit ekki við þurfum að síma sinn, þau eru skrollandi, TikTok og þetta og þau eru að fá, þú veist, ég tók hérna, fór með dóttur minni til London, þetta var búið að vera, þú veist, ferð sem var búið að hlakka mikið til og hérna, og eitthvað svona fermingarferð / afmælis eitthvað og fórum til London og ég sagði hvað viltu gera? Hún var með lista, var alltaf TikTok allt sem hún er búin að sjá þú veist, eitthvað svona sett sem ég hef aldrei heyrt um og þetta er allt bara TikTok algrímið sem er að segja henni hvað hún á að gera þetta er orðin veruleiki megin þorra barna og þá þurfum við að spyrja okkur hver hannar þessi tækni hvaða tilgangi þjónar hún og hver eru við bara svona borgarar, þú veist, er þetta lýðræðislegt umhverfi sem við erum að fara inn í eða eru við söluvaran, þú veist, sem að við erum söluvaran, börnin okkar eru þarna inni og þau eru söluvaran, ég er ekki að segja að það þurfa að banna þetta eitthvað svoleiðis, ég er bara að segja að vantar miklu meiri fræðslu þetta og fólk átti sig á því að þarna er ekkert bara verið að sko það er verið að safna öllum upplýsingum hegðun barnan okkar hérna á. Það er verið að targeta þau með auglýsingum sem eru targetið til þeirra út frá því hvernig þau haga sér. Það er verið að sýna þeim efni sem er talið efni sem mun halda athyglinni og viðhalda skrollinu eins lengi og mögulega hægt er út af því að þannig tikkar inn hjá fyrirtækjum, þannig græða þeir peninga. Og förum frá þessu samfélagsmiðlunum yfir í gervigreindina sem ég held eftir að taka við út af því að þetta verður það sem börn munu nota mest núna í framtíðinni er að þau verða með þessi spjallmenni sem þau geta talið og spurt út í hvað sem er og allt og þetta verður þeirra vinur. Þessi spjallmenni og það sko, hafa komið út aðra grúi af skýrslum sem hafa sýnt fram á það að fyrirtækin sem að þróa þessi stóru tungumálalíkön sem eiga þessi spjallmenni líka eins og hérna Meta er með spjallmenni, það er hérna Character AI sem er tekið Google. Þessi fyrirtæki þegar að vita í nokkur ár að þetta er skaðlegt fyrir börn og þau nota það samt. Þau taka ákvörðun fyrirtækin að þau vilja sexualæsa þetta þannig að spjallmenni sé að tala á kynferðislegan hátt til barnanna og þau gera það viljandi og vita af því. Þetta eru ákvörðun sem eru tektar út af því að þeir græða pening á því og regluverki í kringum þetta út í Bandaríkjunum, þú veist, þetta er ekki neitt og þekkingun okkar á þessum tækni er ofboðslega lítil. Þannig að þetta, þú veist, ég held að þetta sé eitthvað sem við þurfum að taka miklu fastari tökum á þegar kemur að fræðslu, við þurfum að fræða foreldrum þetta, við þurfum að fræða kennarum þetta, við þurfum að fræða börnunum þetta, við þurfum að fræðast sjálf þetta. Alveg svo gerðum við, bara forvarnir áfengi, forvarnir fíknefni, allir hægt að reykja og það fram til göttunum. Það er alveg hægt að beita svona einhverjum tólum til þess að ná til fólks. Það eru foreldrar út í Bandaríkjunum sem er í málaferli við Meta og er í málaferli líka við ChatGPT 4 sem að vilja, þú veist, að þá sérðu það að þessi gervigreind er að tala, er að einangra börnin þeirra og tala þau inn í að fremja sjálfsmorð. Þú veist, þetta er bara, það er búið að birta þessi samtöl. Það sem þú sér það að gervigreindin er bara basically að tala þau frá því að láta neitt vita af þessu og er svona að tala þau inn á bara að fremja sjálfsmorð og klára þetta bara. Þú veist, þetta er alveg hræðilegt að fylgjast með þessum samtölum. Þannig að við þurfum að vera dálítið vakandi fyrir þessu og ég er alveg sammála að það eru stórkostleg tækifæri sem að felast í þessari tækni.
En þetta líka hættulegt ef að við bara svona... Að því þetta í höndunum á stórfyrirtækjum sem að... Þetta er ekki samfélagslegt verkefni. Þetta er for profit verkefni. Já, og við vitum náttúrulega margra ára rannsóknir á Google og alls konar algoritmum, hversu miklum svona rasískum strúktúr þau byggja á, þannig að það kemur auðvitað ekkert óvart að gervigreindin haldi áfram þeim strúktúr sem að fyrirtækin sjálf byggja á. En mér er svo mikilvægt sem þú segir, því að þetta er alltaf alveg óendanlega yfirþyrmandi eða mér ættir til hamfæri hugsunar, af því að þú nefndir bókasöfn og ég veit að það er ég veit ekki hvað tilfinningu bókasöfn vekja upp hjá manni, en ég held að það sé bara ein af grunnstóðum samfélagsins þar sem fólk kemur saman og það er endalaust verið að skipuleggja lýðræðislega viðburði, hvort sem tengist tungumálum, fjölskyldu, leiðum fyrir okkur til að koma saman og tala saman. Þannig að við erum hérna í beinni við stöndum öll vörð bókasöfn og fjármögnun til þeirra. Að þetta er svo óendalega mikilvæg stofnanir. Þetta er algjör fjársjóður. Já. Ætlarðu að passa bókasöfn? Já, ég er alveg sammála þessu og við þurfum líka bara að reyna þekkjum við það ekki öll sem foreldrar bara það er erfitt að halda börnunum við bækurnar en maður vill þau reyna þetta öðruvísi á heilan heldur en þetta að vera alltaf að glápa á skjá við þekkjum þetta líka sem fullorðið fólk kannski lesum við minna heldur við gerðum áður og allt þetta skiptir auðvitað gríðarlega miklu máli mér finnst þetta alltaf skipta svo miklu máli ekki bara þú veist til þess að meðtaka eitthvað efni heldur bara sem auðvitað sérstaklega fyrir yngri krakkar sem þjálfun í lestri því að það er allt sem við gerum byggist að einhverju leiti á því þannig að já, ég tek bara undir þetta og líka bara svo ég haldi áfram þá hefur svo mikil vinna verið unnin þannig að komin alls konar svona samfélagsleg þjónusta hægt að leigja húsgögn og það eru spila alls konar tölvu og það er bara hægt að gera allt núna á bókasöfnum miklu meira heldur en líka bara lestur og bara að því að við erum eitthvað svo berskjöldu og hvar eru staðinir sem er hægt að koma saman og við iðka lýðræðið þetta eru þeir fullt af þeim en hérna þessar stofnanir eru heima sem ég fann á borgarbókasafninu sem við borgum bara mánaðarlega Svo var það var hlutasafnið hlutasafnið þetta fá alls konar þarft ekki að fara að kaupa þessi rándýru verkfæri lengur tjaldhælar og hérna þú veist sláttuvél og svona akkurat já, ég er sammála því bókasafnin eru dásaleg og þau eru einmitt þú veist með litla krakka það er æðislegt að vera með börn á bókasafninu helgar það er gríðarstæður og meira sem fyrir foreldra með hausverk það virkar já en það er stórt mál ríkislögreglustjóri það var nú heyrðist aðeins í þér í þinginu í gær sem þú talaðir mál ríkislögreglustjóra og svona hún þyrfti nú eiginlega að taka ábyrgð á þessu Já, svona þetta hefur auðvitað verið rætt í þinginu, ég var ekki að ræða þetta þar ég setti bara inn svona inn á samfélagsmiðla og fór svo ykkur viðtöl í framhaldinu nei, það sem að vakti nú bara fyrir mér er að því að það komu þarna skýringar og annað frá ríkislögreglustjóra og mér finnst einhvern veginn ekki alveg fara saman að segja ég er búin að gera hluti í 5 ár sem að hafa gert það að verkum að embætti mitt hefur mist traust ég er búin að rýra traust embættisins með þessum fjármálulegu samskiptum við þennan ráðgjafa en á sama tíma er verið að segja ég þarf ekki að íhuga stöðu mína punkturinn minni var ofur einfallega þessi eitt er hver einstaklingurinn sem gegnir embættinu en embættið hlýtur að vera mikilvægara og ég veit að innan lögreglunar gera menn auðvitað mikla kröfu til þess að það sé farið að lögum og reglum því ef að lögreglan gerir það ekki hvaða skilaboð eru það út í samfélagi við sjáum það í öllum mælingum að lögreglan nýtur mikil trausts á Íslandi sem er gríðarlega verðmætt það er bara mikil verðmætti í því og þess vegna finnst mér þetta bara ekki alveg fara saman það er alveg augljóst að þessi fjárhagslegu svona það hvernig hún var að ríkislögreglustjóri að var í þessum fjárhagslegu samskiptum við þennan ráðgjafa þetta eru 20 milljóna á ári nokkura ára skeið og mér finnst þetta þótt ég get ekki fullir mér finnst þetta að vera mjög óþægilegt og ég sé þá bara fólki allstaðar út í samfélaginu á samfélagsmiðlum og annað það er enginn sem er einhvern veginn að segja að þetta sé í lagi það er allir sammála með að þetta sé ekki í lagi þá þarf að endurvinna traust og er það endilega sjálfgefið að það sé sama manneskjan og rauf traustið
sem að endurvinni það. Það var eiginlega bara svolítið þessi hugleiðing. Ég er ekkert að leggja eitt eða neitt til, en ég ætla þó að minnsta kosti að leggja það til að þegar embættismaður er búin að koma sér í þessa stöðu, þá er alveg frálegt að hann segja, heyrðu, ég þarf ekkert að íhuga mína stöðu, ég þarf ekkert að velta þessu fyrir mér. Þá eru menn að hugsa sjálfa sig en ekki embættu og það held ég að við viljum ekki. Þorbjörg Sigríður, hún hefur verið svolítið afdráttarlaus í því hvernig hún talar og fólki kann að finnast alls konar það. Hún hefur talað að þetta sé alvarleg staða og hérna, ég held að ég hef lesið allavega svona 3 mismunandi kvóti hana það sem hún segir, einmitt alvarleg staða, taka til alvarlegar íhugunar og hérna, og einhverju vilja meina að hérna, þetta sé kannski ekkert voðalega skynsamlegt af Þorbjörg að tala með þessum hætti vegna þess að hún þarf auðvitað að skoða allar hliðar máls áður hún tjáir sig það, en aðrir segja bara frábært, hún er þarna að taka skýra afstöðu. Við vitum samt að þetta ákveðnar staðreyndir, sko, við vitum upphæðinar og við vitum áratímabili og við vitum það líka að ríkislögreglustjóri er búin að segja ég gerði mistök og embættið misti traust út af mínum mistökum, sko. Í því ljósi er mjög auðvelt að segja að málið sé alvarlegt. Það er held ég, þú veist, við sjáum það alveg öll, en auðvitað er það þannig sko með embættismenn að þeir eiga að njóta verndar. Það er önnur hlið á þessu líka sem er svo að auðvitað með að ráðherrar er ekki komin í ráðuneyt og bara hreins út embættismenn eftir einhverjum geðþótta. Sko það verður að vera reglur og það verður að vera ákveðin vernd þessa embættismenn. Það þýðir þá líka að þeir sem að segja þarna úti að það er bara rekana strax og allt þetta, þannig virkar kerfið okkar ekki. Sko. Það þarf að vanda sig, það þarf að afla upplýsinga. Það er bara ákveðið ferli sem að þarf að eiga sér stað og svo verðum við bara að sjá hvernig þetta allt saman endar, sko. Ef að maður gerir eitthvað rosalega oft í mörg ár og veit að það er ekki leið, er það þó mistök? Nei, en ég held þetta ef að ég má aðeins, ég held að sko, ég svo sem skil hann alveg að vissu leyti, þú veist, út af því af hverju ætti hún eitthvað að vera íhuga sína stöðu að segja af sér þegar engin annar gerir það. Þú veist, þetta er bara þú veist, þetta virðist bara að vera trendið, skilur við. Fólk kemst upp með það, ráðherrar komast upp með það og þú veist, aðrir akkurru. En það er líka rosalega fínt að láta segja, svona að reka sig úr svona embættismanna starfi. Bara svona upp á retainerinn. Það virðist vera, það virðist vera einhver menning hérna fyrir því að ríghalda í stöðuna sína. Og þú veist, ég er alveg sammála Sigmari, þú veist, auðvitað skiptir það miklu, þú ert að huga að sko trausti þessara stöðu en ekki þig sem einstakling, þú veist, ef að þú að halda áfram er að fara að rýra traust á þessu embætti, það skiptir mér að máli að embætti njóti trausts og auðvitað átt að stíga til hliðar og þetta ætti að vera menningin, en hún er það ekki. Þannig að í því samhengi þá skil ég alveg að hún hafi ekkert áhuga á því, þú veist, akkur ætti hún að gera það, við horfum fram á fráfarandi ríkisstjórnina sem var bara ríghalda í þessa valdastóla bara no matter what, sko, þannig að þetta er fyrirmyndin. En auðvitað er þetta fáránlegt, auðvitað ætti hún að segja af sér, sko. Hún á auðvitað þann rétt að fá að koma með skýringar og fá að leiða fram gögn og fá að útskýra og allt þetta og svo verður bara matið að liggja fyrir eftir það, sko. En þetta er bara svona sló mig einhvern veginn þannig að þegar að menn er að játa að þetta hafi verið mistök og að það hafi bitnað á embættinu út frá trausti, þá finnst mér svolítið skrítið að menn sé ekki einu sinni þar að minnst að velta því fyrir sér, býtu, er ég manneskjan til þess að endurheimta traustið. Það var eiginlega bara það sem að ég var að segja. Mér finnst þetta að vera bara svona, snýst ekkit Sigríði Björk, þetta bara snýst almennt þetta bæði embættismenn og alla sem á einhvern hátt fara með opinbera áhrifið á opinbert vald, sko. Fjölnir Sæmundsson, hann var ekki sáttur, talar fyrir hönd lögreglumanna, þannig að þetta er ekki bara fólkið í samfélaginu, heldur líka innan stofnunarinnar sem er, virtist vera ósátt. Það getur náttúrulega vera mjög krefjandi þegar vera að kalla eftir meira fé og stofnunin sé fjársvelt og svo horfa upp á þetta. En hvernig veit ég hvort þeir er létt inn í þetta, en ráðgjafafyrirtækið, hverju var það að svara? Hver var vöntun, hvers konar starfsmann vantaði sem að ráðgjafafyrirtækið er að leysa af hendi? Það er þetta lean management? Já, það var svona stjórnunarlegs eðlis og einmitt þessi straumlínustjórnun sem að verða að fiska eftir þarna fyrst, en svo fór þetta snúast um flutninga og svona alls konar praktísk mál og sko. En svo má maður líka bara spyrja sig, ef maður er með, þú veist, starfsmann sem að treystir og finnst vera
vera voða duglegur. Vill maður þá ekki bara halda í þann starfsmann alveg sama þótt að maður kannski... Jú, en þú veist, punkturinn minn sko, bara takið öllu sem ég segi með þeim fyrir að ég ekki að fullyrða að alhafa nokkuð skapaðan hlut. Nei, við erum bara að velta þessu hérna fyrir okkur. Ef þetta eru sko milljónir á hverju ári margra ára skeið, er þetta verktaka eða er þetta gerviverktaka? Síðan þegar máli kemst upp, þá er manneskjan þessi ágæti ráðgjafi og ég efa það ekki eina mínúta, hún er bara hæfið í sínu starfi og allt þetta þótt að vissulega tengslin við Jysk séu náttúrulega mjög óþægileg sko að þú veist, ráðin til starfa í einhverja 3 daga þegar máli kemur upp og svo sagt að, þú veist, þetta er bara skrítið. Já, þetta er bara mjög skrítið. En þetta er líka, minnst þetta líka svona ég kannski ótrúlega neikvæð eftir mín störfin og þingi, ég veit það ekki, en mér finnst dálítið litast af bara pólitíkin og í samfélaginu dálítið mikið fúsk. Já, veist, og þetta er, held ég, bara svona frekar típist fúsk, íslenskt fúsk og það er opaslega mikið, þetta er eitthvað, veist, fólki fannst Píratar vera óþolandi einhvern veginn og svona einstrengislegir og því við erum alltaf að benda á einhverja ferla eins og það skiptir einhverju máli en þú veist, það skiptir öllu máli. Það er bara í lýðræðisríki, ef þið langar til þess að viðhalda trausti á mikilvægum embættum og stofnunum, þá skipta ferlarnir öllu máli. Og það eru bara margir sem eiga það til að átta sig ekkert á mikilvæginu og þá er alltaf einhvern veginn svona, reddum þessu bara. Við gerum bara þetta og við gerum bara þetta og það því að það er kannski eitthvað sem er fljótlegt, þarf ekki að hugsa mikið það, þarf ekki að pæla mikið í því og þetta er líka einhver vinkona þín eða einhver sem þú þekkir og þú treystir henni skilur og gerum þetta bara svona, þú veist, og þetta er fúskið sem að mér finnst einkenna opaslega margt þegar kemur að samfélaginu okkar og mér finnst allt í lagi að við förum að huga að því, þú veist, er þetta eitthvað finnst okkur þetta að vera eðlilegt, skilur, kannski skipta ferlar smá máli, þú veist, kannski skipti máli að við förum að setja meiri áherslu á það að hlutirnir séu rétt gerðir til þess að viðhalda þessu trausti. Já, og svona við hafa eitthvað standard, já, ég held að við getum vel verið saman það. Já, þetta þarf ekki endilega að vera það að þarna hafi fólki gengið eitthvað illt til, sko, það koma verkefni við til fangið og lögreglunum og allt þetta, en þegar þetta er svona mikill peningur og árum saman, þá er þetta bara eiga ákveðna reglur að gilda þetta, þú veist, hvenær er útboðsskylda og hvenær ekki og allt þetta og ef þetta er svona á þetta að vera verktaka eða á viðkomandi bara hreinlega að vera launþegi inn í embættinu sko. Akkurat. En þetta bara blasir við öllum að þetta er bara alvarlegt mál og umræðan í samfélaginu gagnvart embættinu, það er ekki gott að hún sé svona því að það hefur áhrif á traustið. Já. Umræðan í samfélaginu, hún verði samt öll vera á þann veg að það sé mjög mikilvægt að skipta þarna ríkislögreglustjóra og ég meina heldur að það myndi svona, ég segjum svo að ég meina að vel ígrunduðu máli að Þorbjörg Sigríður ég sjái nú kannski sjái sér ekki fært að bara segja henni upp störfum við Sigríði Björk mun þá slettast á hana verður þetta svona pólitískt svona, þú veist slæmt? Já, ég held að þetta snúist hljóti, þú veist það er alltaf auðvelt að sjá pólitíki öllu sko, en þetta er líka bara ráðherra sem að fær í raun og veru þetta verkefni í fangið og þarna eru þetta bara embætti undir henni og ríkislögreglustjóri undir henni og allt þetta. Ég held að vilja nú allir reyna að leysa þetta bara svolítið vel, en þú veist, það eru bara eins og ég var að segja, það eru bara ákveðnar reglur sem eru í gildi til þess meðal annars að vernda embættismenn gegn geðþótta ákvörðunum ráðherra. Þannig að það má auðvitað örugglega gera þetta einhverju pólitík en þetta er líka bara, þú veist, eitthvað verkefni sem að ráðherra fær og þarf að leysa og það gildi bara ákveðin lagarammi og við verðum bara að sjá hvernig það fer, sko. Það er ekki mitt að kveða upp úr það, en þú veist, það fer ekkert fram hjá okkur öllum að það er þungi í umræðinu
Og það er ekki gott fyrir embætti. Kannski þegar það snýr kannski að dómsmálaráðherra sérstaklega, hún er búin að vera mikið í fréttum, ekki bara út af þessu máli, heldur líka vegna ummæla að erlendir nemar séu hér í einhverjum stíl að misnota vísakerfið eða svona dvalarleyfiskerfið í gegnum Háskóla Íslands og þú ert svolítið inn í þessu. Já, það var vinnuhópur sem átti að taka til skoðunar útlendingamál og þau álykta það að Háskóli Íslands sé eitthvað svona bein leið inn í landið. Í þeim starfshópi eins og ég allavega sá það enginn frá Háskóla Íslands. Var enginn frá háskólanum í? Nei, ég bara og hann svaraði vel fannst mér Gauti Kristmannsson sem var deildar forseti íslensku menningardeildar að það bara stenst ekki að það sé eitthvað bein leiðin í háskólan. Það eru bara flókin inntökupróf og það eru tungumálapróf og þú þarft að sýna fram á framfærslu og það eru bara alls konar ferli sem fer mikil vinna í að viðhalda. Það eru kennarar sem taka próf og hvílíkur tími sem fer í þetta. Þannig að það er mjög hæpið og undarlegt að fullyrða það sé eitthvað bein leið inn í HÍ. Silja bara verðist hafa tekið líka svona í þennan sama streng, svona í stuttuviðtali við RÚV í síðustu viku, minnum mig að þá hafa hún sagt svona að hún væri nú ekki endilega alveg sammála þessu sem að fram hefði komið að það væri eitthvað bein leið en hún væri alveg tilbúin til þess að skoða ef svo væri að aðstofa við að fyrirbyggja slíkt. Já. Og það kom fram í einhverju að það væri að koma upplýsingar frá háskólanum að nemendur væri að koma af annarlegum ástæðum eða væri eitthvað annað sem lægi undir en það að fara í nám. Og hér maður alltaf bara komin í mjög undarlegan heim. Bara hver veit hvaða hvatir þú hefur þegar þú ferð í nám. Ég meina, þú veist, ég fór í langt framhaldsnám í Bandaríkjunum, kannski ykkur fleiri, ég meina, það eru alls konar ástæður fyrir að maður fer í nám. Ég fer í alls konar nám og hætt. Spurning, bara af hverju ferð í nám? Bara ég veit ekki. Ég hef hætt á miðri leið í alls konar námi, sko, bara því að ég er glataður námsmaður og líka bara því að, þú veist, stundum ég hvatís og skrá mig. Þú veist, það er allir gangur af því. Ég tengi mjög mikið við. Öll kerfi og leiðir eru þess eðlis að það er líka hægt að misnota það á. Það eru einhverjar vísbendingar það þýðir ekkit að það sé bara meginþorri allra að gera það er eitthvað þess áttar sko. Mér finnst bara sjálfsagt alveg að fara yfir þetta og treysti alveg því að það sé í lagi að gera það án þess að menn svona. Það er svolítið svona, sko, fyrir mitt leitið þá fannst mér fannst þetta svolítið dómur að því að það voru tekin sérstaklega út fyrir sviga 3 þjóðerni. Þú veist, það var Pakistan, Ghana og ég man nú ekki hvað þriðja var. Nígería. Já, Nígería, einmitt. Og þú veist. Sumt af þessu þess eðlis að það er kannski ekki hægt að tala algjörlega í smáatriðum þótt að það séu vísbendingar ákveðna hluti, sko. Þannig að ég ætla nú ekki að fella einhverja stóra dóma út frá því, sko. En þetta eru samt 3 lönd í heiminum þú veist, þetta ég veit ekki og ég meina ef að málin eru með slíkum hætti að það er ekki hægt að tala þau algjörlega og í þaula og útskýra þau fyrir okkur hinum þá ættum við kannski bara að sleppa að tala þau og meðan að svo umræðan er fín sko en þú veist þetta getur bara verið aðeins flokkra heldur en virðist, það er nú kannski bara það sem ég er að segja. En svo er bara svo absúrt, svo lappar þú inn í skólastofu, þú veist, með 70 manns mörg frá þessum löndum, öll að reyna að púla sig í gegnum íslenska málfræði, hljóðfræði, máltækni, skáldskap, forn íslensku og þú ert bara hvaða annarlegu hvatir dróðu því hingað. Ég meina þetta er ömurlegt. Og þetta er líka, þú veist, talandi að vilja einhvern veginn bjarga íslenskunni. Þá er þetta svona besta leiðin sem að við getum staðið vörðum og einhvern veginn styrkt stöðu íslenskunar í heiminum er að sem flestir koma og læra. En skilja það þannig að mönnum finnist ekki sjálfsagt ef það eru vísbendingur að eitthvað sé að fara yfir það í því skyni að laga, erum við ekki svolítið að... En hvers konar vísbendingar? Já, þú veist, en erum við ekki samt komin í ómikla varnastöðu gagnvart
gagnvart þessu? Ég svona bara velti því fyrir mér, Sko, það bara í mestu vinsend. Þetta er alltaf ég veit ekki, en þetta er svona, sko. þú veist, ég meina, þetta minnir mér svona svolítið á umræðina hérna örorkubótakerfið eða eitthvað svona. Og þú veist, eitthvað svona, já, þú veist, það voru svo mikið bótasvik einu sinni. Og það var alltaf verið að tala bótasvik, af því að hér var allt einhvern veginn að hruni komið vegna þess að öryrkjar, þeir væru bara ofboðslega latir til vinnu og þeir væru bara alltaf að stela peningum af ríkinu og ég meina hvað gerist og ég meina þá búið til einhvern hnappur og klaga. Þetta verða alltaf svo miklar alhæfingar sko. Það að sumir kannski mögulega geri þetta þýðir auðvitað ekki að stabbin og megnið af öllum. Við verðum að geta tekið öll hvort sem það er einhver útlendingakerfi eða almannabótakerfi eða atvinnuleysi eða hvað við verðum að geta velt fyrir okkur möguleikanum á því að þeir fjármunir sem að fara í þetta, þeir skili sér sem best til þeirra sem að þurfa á að halda en ekki til einhverja sem að mögulega skiljið mig. En veistu að það er ekki hægt. Ég held að við þurfum líka á einhverjum tímapunkti að átta okkur á því að við búum til svona stuðningskerfi og við getum ekki ætlast til þess að við getum komið í veg fyrir það allir svindli. Ef það er einbeittur vilji fyrir því að svindla, þá er það bara þannig. Og ég hugsa með þetta út frá örorkubótakerfinu. Þú veist, ég er alveg til í að samþykja það. Ég er alveg til í að gúddera það og borga fyrir það með mínum skattpenningum að 5 einstaklingar af hverjum 100 svindla á kerfinu ef að það þýðir að 95 manns fá fá það sem þeir þurfa til þess að geta lifa sæmilegu lífi. Og ég held að við getum fært þetta yfir í öll kerfi. Það mun alltaf fólk svindla. Það er bara hluti af dæminu, kom ekki í veg fyrir það og að fara að fókusra á það. Einhver lítill fjöldi. Þetta er svo mikil alhæfing hjá þér. Það að reyna einmitt að koma í veg fyrir... Ég má alhæfa. Hér með frjálsar einmitt. Nei, þú veist, segjum að það eru 5 af 100. Það hlýtur að vera í lagi að reyna að koma í veg fyrir þessi 5 af 100. Ég væri frekar til að rísa að koma í veg fyrir að milljarðamæringarnir sé að taka peningana sína í skattaskjól einhvers staðar heldur en að fókusera það á að finna þessa 5 aðila sem eru svindluðu sér í nám. En hvað með að gera, þú veist, við erum alltaf, þú veist, við þetta alltaf vera svona einhvern veginn, við getum ekki gert þetta af því að þetta og allt þetta, hvað með að reyna að gera bara bæði? Það er líka bara fólki sem svindlaði sér í nám. Ég meina að það svindlaði sér inn í landi í gegnum nám, kannski kom bara, þú veist, var það bara geggjað. Ég meina þau þurfa að sýna fram á námsframvindu, þau þurfa að standast próf, við þurfum að fara við þessi próf góður, það er bara hvílík vinna. En fyrir utan þetta kemur náttúrulega ekki úr tómi, það er verið að reyna að loka fyrir að við styðjum við nemendur utan ES. Já. Og hér er verið að draga upp mynda að það sé eitthvað tortryggilegt, þannig að það náttúrulega styrkir að það sé verið að setja... Fyrir ekki að ég er búin til vassháfa það. Það er bara alveg velkomið. Ég sé að mér finnst allt í lagi bara að fara svolítið vel yfir þetta. Mér finnst það ekki vera áfellisdómur ef við erum að tala kerfi gagnvart öryrkjum að það sé eitthvað svona verið að skoða. Þá er enginn að segja að megin þorrinn sé að svindla sko. Nei, en það er heldur ekki umræðan. En umræðan er sko að er þetta það stórt vandamál að það þurfi að blása þau upp og breyta einhverju fyrirkomulagi eða er það nógu lítið til þess að kannski bara tækla það þegar það kemur upp? Já. Ég segi aftur, mér finnst bara öll svona atriði eiga bara að vera í stöður í skoðun vegna þess að það er auðvitað endalaus ábyrgð á okkur það að reyna að hafa allt sem skilvirkast og að reyna að nýta þá opinbera fjármuni það sem þeir nýtast best. Þetta er auðvitað bara snýst ekkert annað það. Já, en því að nú erum við með háskólafólk það má ekki skoða, skilur þú veist, hvað rendur við þá? Já, ég held að sé enginn að tala að við ekki skoða það og þarna hefur ykkur hópur rýnt í eitthvað en samkvæmt fólkinu sem stjórnar og vinnur í háskólanum þá er þetta eitthvað vandamál sem að þau kannast ekki við. Ég spyr bara hvernig svindla ég mér í nám. Ég nefnilega ekki með stúdentspróf og ég var að velta því fyrir mér komast í háskóla. Já, ég sá mitt fæstum með þína það að það er gríðarlega erfitt að komast inn í háskóla og jafnvel fyrir íslenskt fólk sem hefur ekki stúdentspróf og þarna þú veist, fjöldamargir í þínum sporum sem að langar ansi mikið að læra hitt og þetta en bara komast ekki inn. Já, og þurfa að fara í einhverja háskólabrú, ég bara sorry, ég nenni því ekki. Það kostar pening. Það kostar pening. Ég er með fjölskyldu sem ég þarf að sjá fyrir, þú veist, að bæta á sig ár í námi þegar maður telur sig bara að hafa grunninn, skilur til þess að geta farið í námið, að þá, ég fatt ekki af hverju það er verið að setja hindranir. Af hverju, til hvers, hvað tilgangi þjónar það?
þá allavega að hafa stuðupróf eða eitthvað. Ég held líka bara leið og það talað að þessi stjórnlaus landamæri eða beinleið eða eitthvað svona. Allir sem þurft að takast á við Útlendingastofnun vita að það aldrei neitt stjórnlaust eða beinleið. Það alltaf bara hvílík vinna, skriffiska, pappirar, stöðupróf, þessi próf á sönnun á þessu hinu. Það aldrei neinn beinleið. Sönnun og hjónabandi, ég fór með vinafólki gegnum það. Það náttúrulega bara alveg eitt sturlaðasta ferli sem ég hef upplifað. Það þurfti að finna eitthvað svona fjölskyldumyndir langt eftir í tíman og svona. Er þetta svona grínkartdæmi? Já, ég meina alltaf hugsa þetta gamli bíómyndina. Já, þetta er eitthvað svona, þú veist, hvenær kysstusti fyrst? Þetta var grínlaust, henni spurning. Og eitthvað svona, þetta var bara, þú veist, þér kemur það ekki við. Þú veist, þetta alveg svona, þannig að við vitum alveg að það þú veist, öryggisventlarnir of fast skrúaðir á ef eitthvað ekkert frjálst flæði fyrir neitt nema EES. Já, það gilda reglur hitt og það gilda reglur hitt og þegar menn er að nefna Útlendingastofnun að þegar er verið að tala þá stofnun að þá skiptir þetta lykilmáli að þessar stofnanir getur unnið þannig að svörin sem verið að kalla eftir birtist kannski svolítið fyrr heldur en það alltaf líka svolítið mikill vandi. Það mannréttindi bæði fyrir þá sem eiga rétt og líka fyrir þá sem eiga ekki rétt að fá svarið, fyrir ekki bíða. En þetta síðasta lagabreytingin sem að Píratarnir einmitt töluðu einir gegn fyrir 2 árum, 3 árum. Hún átti að auka skilvirkni. Við höfum bara séð enn frekari stíflur, alveg svo Píratarnir spáðu fyrir þá þarf ekki bara eitthvað svona gaggjara uppstokkun í einmitt. Þetta er svona gömulstofnun, einhver embættisbjúrokrasía sem kannski bara fungerar ekki eins og samfélagið okkar í dag. Og líka kannski bara svona dálítið rótgrónir fordómar. Þarna eins og í öðrum stofnunum, gagnvart öðrum málaflokkum. Þú veist, þetta er alltaf vandinn að einhverju leyti, þannig að ég held að lögðu við Píratar ekki til að Útlendingastofnun er lögð niður, mér minni það. Jú, ég held að og ég bara alveg þetta er fært inn til annara stofnana. Já, en þegar við erum komin inn í Útlendingastofnun þá er það auðvitað þannig að hvernig á maður nú orða þetta út í samfélaginu hjá fólki sem er að vinna alls konar störf, það upplifir það að það eru mikið af útlendingum á Íslandi. Það er það bara. Það eru 90-100.000 útlendingar á Íslandi á hverjum tíma. Umræðan álagið sem að þessi fjöldi hefur á samfélagið fer alltaf inn á pínu lítinn hóp sem að eru hælisleitendur. Sem er svona eiginlega undantekningarlaust brúnt og svart fólk. Já, eða þú veist, ég meina 95% af stapanum, þetta er bara raunverulega tölur, 95% af stapanum er fólk sem er að koma frá Evrópska efnahagssvæðinu eða er fólk frá Úkraínu sem allir eru sammála að taka á móti, en samt á að laga álagið og innviðina alltaf með því að herða að þessum 5%. Það eru þetta ekki skilvirk leið, og gleymis líka alltaf að þetta fólk sem að við finnum fyrir að veldur auðvitað álagi á innviðin okkar, þetta er líka fólk sem er að vinna í innviðunum okkar, þetta er líka fólk sem er að vinna í skólunum og þetta er fólk sem er að og greiðir skatta í innviðina og er að vinna inn á heilbrigðisstofnunum og er á leikskólunum og er í ræstingastörfum eða ferðaþjónustu eða vinna skiljiði, hún verður alltaf svo eintóna umræðan og það er of algengt að það er alltaf bara einhvern veginn tala útlendinga án þess að það sé einhvern veginn að velta fyrir sér. Akkurat. En er þetta ekki bein afleiðing nýfrjálshyggjunnar líka að einhverju leyti? Það er að segja að þú veist, við erum að sjá bara seinustu áratugi þar sem nýfrjálshyggjan hefur verið að tröllríða öllu í hinu vestrænu samfélagi, að þá er náttúrulega alltaf, þú veist, það er verið að einkavæða og það er verið að draga úr fjármagni í sósíalkerfið, þú veist, í sameiginlegu kerfin okkar. Og þess vegna erum við að sjá þetta trend ekkert frá Íslandi heldur bara annars þar í vestrænu heimi líka, er að það eru öll þessi sameiginlegu kerfi er að hrynja út af því að þau hafa verið vanfjármagnuð, út af því að hugmyndafræðin sem er búin að eiga völlin hérna í allt og langan tíma er bara mannfjandsamleg og henni ber að breyta og þá er miklu þægilegra fyrir stjórnmálafólk að geta varpa þessari ábyrgð frekar heldur en á sig sínar ákvarðanir og sína hugmyndafræði að varpa því yfir á einn lítinn hóp sem er öðru sér litinn og er með öðru sér samfélag og gildi og annað og segja að þeim að kenna.
Þetta er að sjá út allt. Þess vegna finnst mér svo áhugavert að sjá, ef við förum aftur í byrjunna með borgarstjóran í New York og annað, þú veist, ef að það verður einhver svona sveifla, þá er mikil von ef við getum fært fókusin á í burtu frá þessu og yfir það sem raunverulega vandamálið sem ekkert bara stjórnmálin, þetta hreinlega hugmyndafræðin sem er búin að keyra áfram hagkerfið okkar og samfélagi núna í áratugi og við verðum að hugsa hann upp á nýtt út af því að þetta að stúta okkur. Það annað þessu tengt sem var svolítið í fréttum í dag og aðeins í gær, en það eru brottfarastuðin fyrir útlendinga. Svo við höldum okkur í þessum þungamálflokki. Það kom fram í gagnrýni inn á samráðsgáttina frá mannréttindasamtökum að þrátt fyrir að þetta væru ekki fangabúðir, þá væri talað 47 sinnum eða eitthvað fangaverði. Sem svo ekki inn í... Nei, en síðan hefur því verið breytt en ég las rendi yfir og það sem vakti athygli mína var að þetta eru starfsmenn lögreglu embættisins á Suðurnesjum með þjálfun og sérhæfingu í valdbeitingu og það bara fangavörður eftir því sem ég best veit en ég veit að ég meina ég persónulega mjög gagnrýnin á þetta fyrirkomulag. Ég vil ekki að hér séu börn fangelsuð, fjölskyldur slitnar í sundur og ég vil bara ekki að fólk sem hefur ekki brotið af sér sé lokað inni. Helst vildi ég að fólk sem hefur brotið af sér sé ekkert voðalega mikið lokað inni heldur. Það önnsaga. En þetta einhvern veginn, þetta svo alvarlegt finnst mér, að við séum komin á þann stað, að við séum bara með dómsmálaráðherra sem að presentera bara útlendingafangelsi fyrir engin brot. Má ég gera alvarlegar athugasemdir við það sem þú ert að segja. Það ekki verið að fara að setja fólk í fangelsi. Þetta brottfararúrræði fyrir fólk sem búið að ákveða að hafi ekki heimild til þess að vera hér. Það gilda mjög ákveðnar reglur það að börn eigi að fylgja fjölskyldunni sinni. Í dag þetta þannig að þessi börn fara stundum inn í barnaverndarkerfið á meðan að foreldrarnir fara inn í fangelsi, raunveruleg fangelsi. Þetta fólk geymt í fangelsi oft núna á meðan að þess vegna fjöldi erlendra fanga í íslensku fangelsum. Þetta verður ekki úrræði sem hægt verður að kalla fangelsi með sama hættu þú kallar Litla-Hraun fangelsi eða þess áttar og ég meina en þarf endilega eitthvað að loka fólk inni áður en að þér vísað þetta síðasta úrræði gagnvart fólki sem að vill ekki fara úr landi en á ekki rétt á því að vera í landi. En svo kemur fylgdarsveitin þá þið að segja að það á þá bara áfram að fá að vera í landi. Þetta algjörlega síðasta úrræði og mér finnst mjög ósanngjarnt að segja að þarna sé verið að fangelsa börn. Þetta samskonar úrræði. En þau mögu ekki fara inn og út. Þetta samskonar úrræði og í öðrum velferðaríkjum. En þau mögu ekki labba inn og út. Nei, en þetta samskonar úrræði, María Lilja. Það fangelsi, segir maður. Nei, þetta samskonar úrræði og á öðrum Norðurlöndum og í öðrum velferðaríkjum. Mér finnst að þú þurfir að lesa svolítið nákvæmlega hvernig og fylgjast með því bara þegar þetta fer í gegnum þingið. Við erum að gera nákvæmlega það sama og önnur Schengen-ríki. Það gerir það ekkert endilega rétt. Jú, þið heyrðu ræðina mína áðan útlendingamálin. Ég á ekki neinum vandræðum með þetta tiltekna mál. Ég held að sé betra að hafa þetta úrræði heldur en að fólkið sé í fangelsum eins og það í dag. En mér langar alveg, ég alveg sammála því að ég vil ekki hafa neitt í fangelsum, en það sem ég að tala að þarf endilega að loka fólk inni einhvers staðar. Þetta eru örfáar hræður sem eru á þessum stað að það annarkvort vill upprunaland ekki taka við þeim eða Dyflinnarland. Já, þarna erum við að tala hóp sem að verður algjört síðasta úrræði með. Það verður ekki margir í þessu úrræði á hverjum tíma. Þetta fólk sem í neyðarskýli Rauða krossins núna, þetta eru 10 manns svona cirka. Ég svo sammálaði að fólk bara á alls ekki að vera í fangelsum. Tíma þarna inni og annað Þetta er bara svo rétt að fólk á alls ekki vera í fangelsum, enda það líka bara nýtilkomið. Það bara undir stjórn Katrín Jakobsdóttur, þar sem að þjónustusviptingin fer á stað og þar lendir fólk á götunni. Þannig að þetta nú ekki langur tími sem þetta krísuástand sem þú ert að lýsa hefur verið. Þannig að við erum ekki að fara úr fangelsi síðustu 100 árin yfir í þetta úrræði. Heldur það búið að vera
frá því að þjónustusviptingin fór í gegn. Þessu fólk var sett á götuna og við vorum keyrandi að, já. Þetta mun alltaf verða fangabúðir. Jú, og bera saman við Norðurlöndin. Danmörk búið að vera á hræðilegri vegferð. Mér finnst vera fráleitt að stilla þessu þannig upp að þetta séu hverju? Vegna þess að þetta er miklu mildara úrræði. Við erum að gera hluti sem í samhengi við það sem að önnur ríki að gera og það sem að Norðurlöndin að gera og það sem Evrópuríki að gera. Þau að reyna að hafa einhverja samhæfingu á þessu og það er bara eðlilegt og skynsamlegt að gera það. Og það að stilla þessu upp sem fangelsi, að hér sé verið að fangelsa börn og annað. Þetta er varðhalds. Ég bara frábið mér þeirri umræðu. Það er ekki það sem að er í þessu máli. Má ég spyrja, hvað er... Ég veit alveg hvar þú stendur í þessu ég ætla að spyrja haldur, spurningu, ég veit það. Ég var bara veltaði fyrir mér og til mér finnst þetta áhugavert að þú fórst með þetta aftur í þjónustusviptinguna og því að það náttúrulega er rótin sko. Ég velti fyrir mér, hvað er því til fyrirstöðu að hreinlega taka það bara tilbaka, þú veist, að sjá að það hafi verið mistök, þú veist, í staðan fyrir að byggja... Þú veist, ég er að reyna að átta mig á sko rökunum út af því, þú veist, ég skil alveg að það sé upplifun og þú upplifir það að þetta úrræði og þú veist fleirin á þingi upplifir það að þetta úrræði sé nauðsynlegt. Ég set spurningu við hvort það sé nauðsynlegt og af hverju er það nauðsynlegt. Ef að við gætum bara hreinlega tekið tilbaka þessa þjónustusviptingu, ef við gætum tekið tilbaka þessar aðstæður sem við erum í raun og veru búin að skapa með svona lagaramma sem við settum og draga úr neyð þessa fólks, er þá raunverulega þörf á því að setja fólk í fangelsi? Þú veist, hvað er vandamál sem við erum að reyna að laga? Já, við erum auðvitað nákvæmlega að fara þá leið sem að önnur lönd að fara í því að þegar að það liggur alveg fyrir allstaðar að fólk eigi ekki rétt til þess að vera hérna. Ég veit að ykkur finnst að fólk eigi almennt alltaf að hafa rétt til þess að vera hérna. Það er bara ekki veruleikinn. Ísland getur hvorki verið galopið nýja algjörlega lokað. Við erum að feta okkur inn í einhverju milliveg þar á milli. Og þetta er bara við erum að milda ástand sem að er í dag með þessu, auk þess sem að við erum að gera það sama og tíðkast í löndunum í kringum ykkur og ákallir Ég held að í stóra samhenginu þegar kemur að málefnin þeirra sem að leita til Evrópu og leita til Norðurlandan og leita til Íslands að ákveðnar samræmda reglur skipti bara talsvert miklu máli. Á það hefur skort. En ég veit alveg nákvæmlega hvaða skoðun þú hefur á þessu, María Lilja og annað. En ég ætla að frábæða með tala það að hér sé verið að fangelsa börn. Það er ekki sanngjarnt eða rétt að stilla því þannig. Ok, ekki fangelsa börn. Í Danmörku tala kennarar sem að vinna í þessum búðum að þau séu að kenna í fangabúðum. Ég meina það mál tefjast og lengjast og bráðum þarf að fara að koma í kennarinn inn til að vinna með börnunum. Er það ekki fólk sem að bíða eftir úrlausn mála sinna? Nei, stundum er líka verið að rugla saman sko því sem að þeirra verið að taka á móti fólki og það að bíða. En þetta er auðvitað það sem að snýra fólki sem að liggur fyrir að á að fara úr landi. Við vitum það að það komur endalega niðurstaða. Fólk vil líka að fara úr landi en það ásamt að fara úr landi samkvæmt lögunum. En við vitum líka, bara svona, ef við horfum á þetta bara fræðilega og út frá sögunni að við vitum það hvort sem hvernig þetta fangelsi eða ekki þú veist, það er grundvallaratriði að kalla hlutina ekki fangelsi en þetta er frelsissvipting samt sem við hljótum vera saman því þetta er íþyngjandi, já þetta er frelsissvipting þetta er varðhald já, þetta er frelsissvipting ef við hugsaum þetta þannig þú veist, við höfum óbúslega mikið af rannsóknum sem sýna fram á það hvernig fólk sem er sett í aðstæður þar sem að það er svona verðir eða yfir fólki sem er frelsissvipt, hvernig það hefur áhrif á hegðun þeirra og hugsunarhátt gagnvart því fólki og það á ekki bara við verðina inn í þarna inn í stofnun, hvað vil ég kalla þetta, heldur hefur það líka í samfélaginu. Þú veist, það er að segja að þetta hefur áhrif á hvernig við lítum á og horfum og hugsum til fólksins sem er frelsissvipt. Við hugsum ekkert rosalega jákvætt fanga sem eru í fangelsi og hafa brotið af sér, þú veist, og þetta hefur áhrif á hvernig við sjáum þetta fólk. Þetta hefur sögulega alltaf leitt af sér einhvers konar misnotkun á valdi
inn í svona stofnunum þar sem að fólk frelsissvipt. Þetta það sem að sko ég hef ágjur af og skil þegar verið að tala hætturnar. Þú veist, þið hljótið að sjá hætturnar sem að steðja að fólki þegar það hefur ekkert frelsi í sínu lífi lengur og það komin einhverjar aðilar sem eitthvað yfirvald yfir þeim sem að stýra þeim í þeirra hegðun dagstaglega en einhverju lokuð umhverfi sem komast ekki út úr. Það gríðarlega hættur sem steðja að því að þetta þróist út í eitthvað annað heldur en kannski þið ætlið ykkur. Já, ég meina það þetta bara í okkar höndum að tryggja að svo sé ekki. Ég meina, þú veist, tala hér fangelsi. Við náum ekki að tryggja aðstæður fangelsi síðan ekki það sama og fangelsi skilur. Það til opin fangelsi. Heimili fyrir ung börn. Hólmsheiði öðruvísi heldur en Litla-Hraun og annað. Þú veist, ég bara verð að fá að mótmæla því að þú sért einhvern veginn að búa til þau hugrenningatengsl að þetta sé nánast Litla-Hraun. Bara lokað fangelsi sem þú ert að því. Ég að tala um þetta er bara ekki rétt farið með. Tökum stofnanir sem eru til staðar til þess að aðstoða börn sem í neyð, skilur, sem eiga við vanda að stríða og börnin farin í loka úrræði í einhvern x tíma. Fylgdarlaus börn fari ekki í þetta úrræði. Nei, ég ekki að tala um, núna ég bara tala um, börnin eru þetta oft sem að munu farin í þetta úrræði, þau eru þó með foreldri sem í því úrræði. En ég að tala um almennt stofnanir þar sem fólk frelsissvipt. Það hefur sýnt sig að það ofboðslega erfitt að hafa eftirlit með stöðu fólks þar inni sem hefur verið frelsissvipt. Hvort sem að tala ungmenni sem fara í meðferðarúrræði skiluru eða annað, þú veist, við erum búin að sjá það ítrekað. Þess vegna eru ákvæði tímalengd og annað inn í þessu. Þess vegna ekki... En tímalengdin samt alveg lengri heldur en almennt gæsluvarðhald. Þess vegna... mun það gerast auðvitað þingi tekur allt þetta sem þið eruð að segja til skoðunar og annað. En við erum alltaf að tala um frelsissviptingu sko og það svo rosalega alvarlegt. Já, en ég bendi aftur á að eins og staðan í dag að þá eru foreldrarnir stundum í fangelsi og börnin annars þar. Já, það heldur ekki gott, við viljum það ekki heldur. Nei, það ekki betra og þess vegna segi ég, núna fáum við þetta mál, það búið að vera inn í samráðsgáttinni, það fer inn í þingið, allir þeir sem vilja geta sendin umsagnir, öll mannréttindasamtök og allir geta komið með sínar athugasemdir það, bent þá til dæmis á þessar rannsóknir sem að Halldóra að velta hérna fyrir sér, fá þá kannski útskýringar á móti að þetta sé nú kannski ekki alveg svona rosalega tengt Litla-Hrauni eins og menn að reyna að teikna það hérna upp og okkur Að því bara þetta svo, sagan mun dæma okkur sko, þetta bara svakalegt. Af hverju ekki frekar að fara í þá átt að bara snúa tilbaka fyrir ríkisstjórn sem að þeir eru klárlega að vilja gera betur en þau og bara setja upp þjónustuna aftur. Hvað myndi mæla gegn því? Þetta eru svo fáar. Þetta eru fáar hræður. Já, og enda það verði ekki margir í þessu úrræði. Það alveg vita að þau já, en frelsissviptingin mannréttindabrot í sjálfu sér. Ég held persónulega, ég held að hræðslan við það, gera það, snúa því að þá séu við með eitthvað sér íslenskt fyrirbæri sem muni virka sem lokkandi fyrir fólk til þess að koma en við erum sér Ísland. Það ástæðan fyrir því að þessi var hægt. Það vissulega verið að samræma til það verið að breyta til samræmis við það sem að tíðkast í löndunum í kringum okkur, önnur ríki, velferðaríki og þannig stundum vitna til hinna Norðurlandana sem meiri velferðaríki þegar menn að tala um ástandi hérna á Íslandi og annað, þau gera þetta. Við erum að reyna að gera þetta með því að taka það besta og mildasta sem hægt að gera í þessum aðstæðum og efumst ekki það að miða við ástand að mannréttindasamtök sem vinna í málaflokknum þau segja að þetta sé ekki það besta. Já, sko, það komu sumar af þeim athugasemdum sem að komu þar inn, það eru þetta búið að bregðast við þeim og svo öll þinglega meðferðin eftir. Við verðum líka átt okkur á því að við erum stundum að takast hvernig á maður nú orða þetta? Mál koma inn í samráðsgátt og það tekið tillit til ýmsa atriða sem koma inn í samráðsgátt. Svo kemur málinn í þingið og það tekur breytingum með þetta í þinginu. Við mögum ekki alltaf tala um að það sem lagt inn í samráðsgátt að það verði síðan á endanum lögin. Þinglega meðferðin til þess að sníða af ágalla og annað. Það eru þetta það sem að menn verða vakandi gagvart í þessu. Það ekki menin anstöðu núna í stjórnarandstöðu. Það er það sem okkur kannski kann að þykja svo leika alvarlegt. Mér finnst bara svolítið mikilvægt að því að þú sagðir úff hérna áðan. Ég segi úff þegar þið eruð að tala nánast eins og þetta sé Litla-Hraun eða fangelsi. Þetta vissulega íþyngjandi úrræði en þetta þetta heldur en það sem við erum að gera í dag. Þetta íþyngjandi úrræði fyrir fólk sem hefur ekki framið neitt glæp. Já.
og þetta frelsisvifting og í lífi og inngripi lífi mannesku sem að hefur ekki fram með glæp. En þetta samt fólk sem hefur farið alla þá leið sem að kerfin biður Akkurat, af því að það var í einhvers konar neyð. Já, og það er hræðilegt og þar er ófið, sko. Og svo fer fram mat á því hver neyðin og sumir fá rétt til þess að vera hér og aðrir ekki. Þú veist, þetta verður betra ástand heldur en það í dag. Það verður örugglega ekki fullkomið. Þetta íþyngjandi fyrir fólk og það erfitt að gera þetta. Það er enginn að draga neina fjöður við það. En hættum að tala þetta og búa til hugrenningatengslin svo þetta verði eitthvað öryggisfangelsi. Það eru reglur þetta inn í frumvarpinu sem að tiltaka það umhverfið þarna verður öðruvísi. En sko, hvernig myndir þú skilgreina þetta öryggisfangelsi öðruvísi heldur en að þú ert ekki frjáls ferðaðina, það eru öryggisverðir sem að mega beita þig valdi ef að þú veist, þú ert eitthvað ósattur eða reynir að komast út og þar fram undir göttunum og bara þú ert fastur þarna án dóms að laga, þú veist, þetta er bara gúlag, segir maður. Þetta er bara hræðilegt gúlag. María Lilja, það er bara gúlag. Þú ert að nota hugtak sem til yfir fólk sem var án dóms og laga inn í fangelsi einhvers staðar í Síberíu, sko. Þú veist, róum okkur aðeins. Ég átta mig alveg á því að þetta er íþyngjandi fyrir fólk. En ef þið eru að tala um að það sé öfgafullt að gera þetta, þá er þetta mjög öfgafullt að tala um það að þarna sé verið að loka fólk inn í einhverju búlagi. Við viljum bara ekki að þessi komið svona fram með fólk. Ég átta mig á því og ég virði það og ég held að við þurfum að fara eins og alltaf bara vel yfir þetta mál og reyna að taka tillit til athugasemda og annað. En þeir sem eru á móti þessu, ekki tala um þetta sem gúlag því að þetta það ekki. Ég bara vöndum okkur í hugtakanótkuninni. Ok, en hvað reikningsstofa bankana, hún bara svona yfir eitthvað léttara. Það var að koma glæn í fréttin á Vísi það sem ég fjallaði um þetta bankaránsmál. Ég ætlum að svona ljúka á því. Það kemur í ljós að þetta var galli sem varði í 8 vikur. Þetta eru bara hátt í 400 milljónir sem að hverfa þarna og grunaðir eru allavega 6. Sko, hvar, ég meina, þetta er svo súrrealískt mál. Sko, það er algjör tækifæris glæpur. Þeir sjá bara einhverja villu þarna sem að bara notfæra sér. Ég geti freistni náttúrulega alveg gífurlegt og sér bara að þú ert að millifæra pening og hann bara, birtist. Já, þetta er eins og, mann dreymir um að bankinn sé að gefa það er auðveldasta bankarán sem sögur fara af. Akkurat. Og hvað myndið þið gera við peningana sem að reikningsstofa á banka? Svona, þið myndið ringi í Landsbankann? Er ekki lykilatriði að láta ekki freistast og vera ekki að eyða peningu sem maður veit að maður á ekki? Ég veit að þetta er ósvalega örgulega leiðilegt svar hér í þetta borð, en ég held samt að það sé rétt að svarið. Ég veit alveg, þú ert mjög skemmtilegur en þeir ber skylda til þess að vera svolítið svona diplomatískur og fínn. Ég meina, hann hringdi í bankan til þess að láta vita þessum galla. Þú veist, það var það sem ég las í fréttunum, sko. Hann hringdi til þess að láta vita og sagði út því hann var að millifæra og tók eftir því að peningurinn hvarf ekkert af reikninginum, þú veist, þegar hann millifærði. Og hann fekk engin svör. Þú veist, hann fekk ekkert, það var ekkert gert í því. Og svo sá hann bara að þessi galli var áfram, þannig að þá bara var hann bara eitthvað let's do this. Þú sagði bara nokkrum vinnum sínum. En það var alltaf, þú veist, þetta er það sem ég sá í fréttum, eins og ég skildi fréttir úr. Já, en ég veit ekki, ég vil að svara þið sem einstaklingar, ef ég fengi alltaf inn í háa fjárhæðin og reikningi minn og ég veit hann á ekki. Já, en það fer svolítið eftir hvaðan hún kemur, sko. Þetta er svona svolítið hvort það komið frá banka. Hvort það komið frá bankanum eða hvort það komið frá einstaklingi. Maður hefur minni samúð kannski með Ég held að sé kannski eitthvað svona Andrés öndblöð að kenna eða eitthvað svona hróa hetti. Sérstaklega þegar maður sér sko, þú veist, þessari upphæðir sem verið að greiða í í arð og svo sér maður sko hvað eru, þú veist, og núna sérstaklega bara, sorry, ég hef aldrei verið mikið bara eitthvað, ég dýrka banka, þú veist, ég skil ekki af hverju við erum ekki með samfélagsbanka, mér finnst það svo borðliggjandi að bankar eiga að vera reknir í samfélagsskyni en ekki í hagnaðarskyni. Mér finnst það bara rugl, þú veist, þannig að ég sko
ég hef ekki mikla samúð með bökunum en hérna ég skil alveg að fólk skuli hugsa bara, gerum þetta bara og hefur voða litla samúð með þeim út af því að það ekki beint eins og bankandi komið vel fram við okkur, skilur, sérstaklega ekki eftir þessa niðurstöðu dómsins varðandi verðtryggð og hvernig þeir eru að bregðast við, það virðist eins og þeir að bara tekið sér saman og ákveð bara, þá ætlum við bara ekkert að finnst við megum ekki brjóta lög þá ætlum við bara að refsa ykkur og mjókka fólk í rauðan dauðan að þá ætlum við bara að refsa ykkur fyrir það, þetta attitútið. Þannig að ég svona, ég skil alveg að þeim hafi bara verið drull og ákveði, en það náttúrulega þeir þurfa að lifa við afleiðingarnar af þeirri ákvörðin sem er kannski ekki ég vona bara að þeir hafi lagt inn á hjálparsamtök. Leiðilega móralska spurningin til ykkar. Mér finnst mjög áhugavert að heyri þér, Halldóra. Þetta er svona, setja fyrir því smá þraut. Þú lappar á ekstra út á götu og þú sér 2 seðlaveski. Þau eru stútfull af peningum. Í öðru tilfellinu er það fullorðin kona sem á peningin og það er augljóst á miða í veskinu að þetta er útborgun einhverjar aðstoðar sem hún hefur fengið. Hitt veskið með jafnmiklum fjármunum tilheyrir Elon Musk. Myndirðu hirða annað veskið en ekki hitt? Ég myndi hirða Elon Musk veskið. Ég myndi hirða Elon Musk veskið líka. En ég myndi kannski gefa svona, allavega, góðan helming til hjálparsamtaka. Þannig myndi ég réttlæta mér finnst að hegðun einhvers annars, jafnvel þótt hann sé vel stæður að mann er ítlefa en gefur mann ekki frelsi til þess að taka verðmæti eða peninga. Svo veit maður aldrei hvað maður gerir. Þetta maður verið að koma athugasemdum sínum gagnvart honum öðrum. Ég man eftir þegar ég var ung og ég fann einmitt verski stútfullt af peningum á tíma sem að ég actually lendi í þessu, sko. Það er stútfullt af peningum og mér vantaði pening mjög mikið og ég horfði á þetta veski og ég bara eitthvað, oh my god, það var kort þarna inn í og allt og ég ákvað bara eitthvað, ég ætla, þannig að ég hafði upp á manninum og leta hann vita að ég fyndi veskið og hann kom og sótti það og ég var allan tíman bara eitthvað, heldur hann gef mér ekki 5.000 kall hann gaf mér ekki krónu en leiðir samt ekki vel að hafa gert þetta. Jú, að sjálfsögðu. Nei, hún er ennþá að tala þetta. Ég var eins og beint fyrir utan Kristaníu og er með bakpoka með 2 tölvum, 2 peningaveskjum og 2 símum og maðurinn minn, ég veit ekki hvað er að gerast, einhvern veginn setur hann bara tölvuna á jörðina og við hjólum burtu, 10 mínútur seinna föttum við þetta og komum tilbaka, taskan er horfin og við erum bara eitthvað, einmitt. Og ég afhjúpa einhverja hugmyndir fyrst ég sagði þetta var fyrir utan Kristaníu. Herru, svo stendur allt inn einhver maður, segir svona, sjáum að við erum að leita, kemur. Þá er hann bara með töskuna, búin að vera að geyma hana á okkur horni og réttir okkur. Þetta var bara vegabréf, taska, peningaveski, allt. Kannski ekki ef þið hefði verið Margrét Þórhildur. Já, nákvæmlega, einmitt. En ég segi, myndu ekki kaupa með á Airwaves fyrir alla bara? Jú, ég held að. Þetta myndi maður vilja samfélag fyrst. Og auðvitað snýst þetta líka eins og sem maður bendir á hvernig manni sjálfum líður með það, sko. Og maður réttlætir ýmislegt fyrir sér. Maður gerir það. Halldóra Mosen, Sigmar Guðmundsson og Sólveig Ásta Sigurðardóttir, þakka ykkur kærlega fyrir að hressilegar umræður í vikuskammtinu. Bara takk fyrir að bjóða okkur. Já, takk og ég þakka fyrir mig hérðan í dag og bið ykkur að fylgjast vel með því að helgispjallið er á sínum stað og einnig synirnir á sunnudaginn en annars ætli ég bara að fá að bjóða góða helgi, ég er orðin alveg rugluð hérna. Þetta er búið að vera svo heitt samtal. Takk kærlega fyrir mig.